Árið 1983 fóru alþingiskosningar fram 23. apríl eða 2 dögum fyrr en nú og þá gekk framkvæmd kosninganna sums staðar erfiðlega vegna ófærðar. Á nokkrum stöðum í Norðurlandskjördæmi vestra og Austurlandskjördæmi eins og kjördæmin hétu þá, var fólki komið á kjörstað á snjóbílum, vélsleðum og bátum vegna ófærðarinnar. Sjálfur kjördagurinn var laugardagur, en leyfi var fyrir því að halda kjörfundi áfram næsta dag ef ekki tækist að ljúka kosningunni. Þessi vetur hafði verið mjög snjóþungur og litlu munaði að kosningarnar stöðvuðust þar sem einn bóndi í Kollafirði í Reykhólahreppi gat ekki kosið vegna ófærðar. Ómar Ragnarsson fréttamaður fjallaði þetta á sínum tíma. Já, ég man eftir þessu. Þetta var múli í Kollafirði og þetta var snjóþungt akkurat á þessum tíma. Og þetta tengist að mörgu leyti í kosningunum 1979. Það voru svo margir sem vildu ekki kjósa í desember. Það yrði allt ófært. Þá sluppu menn vel. En svo koma kosningarnar 1983 og þá allt í einu orðið ófært og samt komið fram á vor. En þær kosningar voru minni mig 23. apríl og þannig að eina leiðin til að komast til þessa bónda og tala við hann hans kjör, að komast ekki einu sinni í utanskjörstaðatkvæðinni, það var að ég flaug þarna vestur og lenti á ísnum. Það var ís á firðinum, það var svona mikið metraríki strax þarna síðast í apríl og talaði við þennan mann og náttúrulega landsins gagn og nauðsynjar og alla erfiðleikana sem voru hjá honum. Og það voru nokkra svona ferðir sem í minningunni frá þessum tíma þegar að flugvélin var ein í faraskjóti þar sem hægt var að fara upp á Hveravelli inn á Sprengisand og þá fór ég einu sinni með mjólk á Reykhóla og það var mjólkurlaust. Það var náttúrulega hreint í leið.